Af hverju að skipta tímabilinu niður í fasa? Það er að segja af hverju að taka tímabilið og brjóta það niður í minni einingar. Jú, það eru nokkrar ástæður fyrir því. Til að mynda þá getur tekið líkamann alltaf 4 til 6 vikur að aðlagast nýju álagi. Þannig að við viljum fókusa á að leyfa honum að aðlagast nýju álagi þangað til við setjum svo eitthvað annað inn. Öðrum hluta þá er það að meiðslalíkurnar þær hækka alltaf stigvaxandi eftir því sem fyrir lengri á tímabilið og setjum meira álag á líkamann. Þannig að með því að byrja rólega uppbyggingatímabilið, fara svo yfir í að vinna í veikleikum og svo þar sem við setjum inn smá styrk og í lokin er 4. tímabilið þar sem við erum að keppa. En mikilvægasta tímabilið öllu er hvíldartímabilið sem kemur eftir keppnistímabilið. Af því á keppnistímabilinu þá eru meiðslalíkurnar okkar orðnar frekar háar. Þannig að í hvíldartímabilinu þá náum við að taka meiðslalíkurnar og fara með þær alveg niður og svo getum við byrjað aftur að keyra upp í álaginu. Ef við tökum aldrei hvíldartímabil þá eru meiðslalíkurnar okkar mjög háar og við höfum mjög góða líkur á að lenda í meiðslum eða ofþjálfun. Þannig með því að skipta tímabilið niður í fasa, enda og byrja á hvíldartímabili þá hámörkum við líkurnar á árangri á meðan við lágmörkum líkurnar á meiðslum.